Kæri krabbi, þá er komið að lestri númer 2 fyrir þig. Hér erum við að kíkja aðeins á tilfinningaliðina þína, skoða hvað er undir niðri og hvort það sé eitthvað sem þú ert að kljást við tilfinningalega, eitthvað erfitt. Og síðan ætlum við að reyna að finna út svona í stuttu máli hvað er hægt að gera til að bæta það. Kæri krabbi, ég verði að biðja það og afsaka ef að þú heyrir mikið í veðurhamnum því ég sit hérna við glugga og eins og þið viti flestir þá er mikið óveður að ganga við landi þessa dagana og ég reyni að tala hátt og skýrt og vera dálítið nálægt mikrofóninum þannig að ég vona að þetta komist allt til skila. Það sem ég sé hérna fyrst er tilhugsunin eða tilfinningin að vera utangátta, að vera ekki partur af hóp eða vera ekki partur af fjölskyldu. Tilfinningin að aðrir snúi þér baki eða afneiti þér. Þetta er slæm tilfinning ef að það er eitthvað sem er í gangi hjá þér. Að líða eins og enginn vilji þig eða engum þykir vænt um þig. Þetta gæti verið eitthvað sem á sér rætur langt aftur. Það er að segja aftur í æsku þína. Nú eða að þetta sé einhvers konar reynsla á þínum fullorðinsárum sem að hefur svona hengt sig á þig og kraumar svolítið undir niðri. Spilið sem er hérna undir er spil sem heitir afneitun. Þú gætir hafa verið að reyna að komast í gegnum þessa erfiðu tilfinningu með því að hreinlega afneita henni í staðinn fyrir að horfast í augu við hana og reyna að vinna í henni. Þú gætir líka verið að storka og ögra sjálfu þér, kæri krabbi, sífellt með því að vera í afneitun á líðan þín og ástand þitt. Þessi maður veður bara áfram. Hann sér að brúin sem hann er að fara yfir er ótraust en þykist vera í lagi. Það er svona það sem kemur með þessu, að þykjast. Hann veifar bara til þeirra sem er að horfa á hann, sem er að vara hann við og ætlar sér nú aldeilis að komast yfir, kannski á þrjóskunni eða einhverjum öðrum brögðum sem hann telur sig búa yfir. Hvað er það, kæri krabbi, sem að þú ert ekki að horfast í augu við í lífið þínu? Ef að þú getur fundið út úr því, þá er fyrsta skrefið bara að viðurkenna að þú sért í afneitun. Síðan er hérna annað spil sem að talar inn á óheilbrigð samskipti, óheilbrigða svona tilfinningalega líðan gagnvart foreldri eða umönnunaraðila. Þú gætir hafa átt stjórnsama foreldra, ráðríka móður, þú gætir hafa upplifað einhvers konar ofbeldi eða horft upp á annað foreldri beita hitt ofbeldi sem að hefur svona haft áhrif á þitt tilfinningasamband við hitt foreldrið
Hér á myndinni það ungur maður og móðirinn. Það að segja það sem þetta spil felur í sér er þörfin fyrir að ströggla við að verða sjálfstæður og að komast úr foreldrahúsum sem sterkur sjálfstæður einstaklingur og að þurfa ekki alltaf að snúa heim til að sækja ástúð, heldur skapa sitt eigið líf fullt af kærleika og góðum tilfinningum. Þetta gæti verið að baki þessari tilfinningu að líða eins og maður enginn vilji mann. Það að segja að þú hefur upplifað erfiða tilfinningar gagnvart foreldrum þínum, því að foreldrarnir eru jú fyrstu umönnunaraðilar okkar þegar við erum barn og ef að þeir samþykkja okkur ekki þá skekkir það dálítið sjálfsmyndina hjá okkur. Ég ætla að taka fleiri spil til að kíkja aðeins betur á framhaldið. Þrjú spil fyrir krabbann, takk. Ok. Hér svífa englar yfir vötnum. Það að hlusta á innsæið sitt, hlusta á innri röddina sína, taka mark á því sem að magatilfinningin segir þér. Taka mark á leiðbeiningum sem að þú færð frá þínum andlegu leiðbeinendum, englum, hvað sem þú kýrst að kalla þá. Ef til vill hefur ekki verið að gera mikið af því undanfarið og það er ábendingin til þín að gera nú skurk í því og fara að opna á skilaboðin sem að er verið að reyna að senda þér. Það er eitt með englana, það þarf að biðja þá um hjálp. Þeir eru til staðar alltaf, en þeir skerast ekki í leikinn nema fólk vilji aðstoð þeirra og biðji hana. Veðrið lætur aldeilis í sér heyra núna. Jæja. Ef þú kýst og biður þá stíga þeir inn og aðstoða þig. Þessi mynd er dálítið dramatísk. Hér er manneskja sem stígur upp úr hjólastól og gengur. Kraftaverk gerast á hverjum degi, bæði lítil og stór og kannski þarf mikið átak eða kraftaverk til að þú breytir þínu lífi og þiggir aðstoð. Kannski þarf mikið til að þú farir að hlusta á innsæið þitt til þess að hlutirnir fari að ganga eins og vera ber, ganga þér í hag, skulum við segja. Þetta er vísbending að hlutir séu að lagast og fari að ganga betur, en það þarf þetta til, það þarf vilja frá þér til að laga hlutina og síðast en ekki síst þarftu að þiggja aðstoðina. Þú getur ekki þegið
aðstoð frá þínum andlegu leiðbeinendum ef þú ert með fangi fullt af einhverjum skoðunum, einhverjum hlutum sem að reka þá í burtu, ef við getum orðað það svo. Það er að segja ef að þú veist best, ef að þú ert með alla lausnirnar, ef að þér finnst það sem leiðbeinendur eða englar eða einhverjir að reyna að hjálpa þér með, ef að þér finnst það bara bull, þá virkar það ekki. Þú þarft að tæma fangið, þú þarft að opna fangið þitt, opna hugan þinn, þú þarft að viðurkenna fyrir sjálfu þér, ég þarf á aðstoð að halda, ég þarf þessa aðstoð, ég þarf einhverja aðra aðstoð heldur en ég tel mig þurfa. Ég þarf að treysta og taka á móti. Þá munu hlutirnir ganga eins og þeir eiga að gera. Þá losna ég úr viðjum þessara erfiðu tilfinningar sem hafa verið að plaga mig. Og ein af aðal tilfinningunum sem ég fæ hér frá þessu spili er einmanaleiki. Það er sárt að upplifa einmanaleika. Þessi líðan virkar vonandi hvetjandi á þig til að gera eitthvað í ástandinu þínu. Nú er ég að tala svolítið hérna eitthvað ástand sem ég veit í raun og veru ekki alveg hvað er. Það getur verið misjafnt eftir hverjum og einum ykkar og er það eflaust. En þetta hefur eitthvað að gera með það að vera í afneitun. Það er ákveðið ástand í sjálfu sér. Maður getur verið með allt á hvolfi í lífi sínu og verið í afneitun og þá breytist ekki neitt og hlutir versna bara. Þannig að það næsta sem ég kemst í er eiginlega að segja það. Við skulum ekki gleyma því að englar og aðstoð frá almættinu kemur oft í gegnum manneskjur. Þetta minnir mig á söguna manninn sem var skipbreka á fleka, biður almætti aðstoð og það komu 3 bátar í röð til hans til að bjarga honum, en hann segir alltaf nei takk, ég er að bíða eftir Guði. Og síðan endar það með því að hann drukknar og þegar hann stendur augliti til auglitis við Guð, við almættið, og Guð spyr hann og hann spyr Guð, hvar varstu? Ég bað þig aðstoð en þú komst aldrei. Og þá segir Guð, hvað meinarðu? Ég sendi þér 3 báta. Þannig að vertu vakandi fyrir fólki, aðstæðum sem eru ætlaðar til að hjálpa þér í hvaða formi sem að almættið ákveður að hafa það. Ok, kæri krabbi, mér finnst ég vera búin að segja það sem ég þarf að segja við þig. Ég vona að þið gangi bara afskaplega vel á þessari vegferð með þetta allt saman. Ljós og kærleikur.